Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Þann 9. apríl síðastliðinn spurði hv. þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson hæstv. félags- og jafnréttismálaráðherra í óundirbúinni fyrirspurn töku hálfs lífeyris frá Tryggingamiðstöð ríkisins. Ráðherra svaraði þeirri fyrirspurn meðal annars með orðunum, með leyfi forseta: Ég vil segja hér að á leiðinni er mál. Ef það er ekki komið til þingsins þá er það á leiðinni til þess að gera breytingar á þessu og koma í veg fyrir þá glufu sem þarna myndast og hv. þingmaður kom inn á. Mér fannst þetta áhugaverð fullyrðing og satt best að segja, miðað við framgang ríkisstjórnarmála á þeim tíma, trúði ég ekki ráðherra var að segja satt. Þess vegna sendi ég fyrirspurn hvenær vinna við þetta mál hafði hafist í ráðuneytinu. Í gær barst mér svar, með leyfi forseta: Ráðuneytið átti fund með fulltrúum í Landssamtökum eldri borgara, Samtökum aðila á vinnumarkaði og Landssamtökum lífeyrissjóða 9. apríl síðastliðinn, þar sem málið var ítarlega rætt og miðast upphaf málsins við þá dagsetningu. Fundurinn með hagsmunaaðilum var klukkan 2 síðdegis þann 9. apríl. Fyrirspurn hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar væri 1,5 klukkutíma seinna. Á þeim 1,5 klukkutíma var málið komið í að vera á leiðinni ef ekki komið til þingsins, samkvæmt ráðherra. Þetta er augljóslega ekki satt og þetta eru líka svo tilgangslaus ósannindi. Ráðherra stærir sig af því að vera búinn að leysa vandamálið sem hv. þingmaður bendir á, þrátt fyrir að vita upp á hár að upplýsingarnar sem hann færir þinginu úr þessum ræðustól eru ekki réttar. Það hefði verið svo lítið mál að segja að fyrr daginn væri byrjað að vinna að þessu með hagsmunaaðilum að breytingu á nákvæmlega þessu máli. Ég verð því að spyrja, fyrst að það er svona auðvelt að ljúga svona tilgangslaust atriði, hvar liggur lína heiðarleikans í öðrum málum hjá ráðherra? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, á hvaða vegferð er samfélag okkar eiginlega er spurning sem þjóð og þing eiga að vera að spyrja sig þessa dagana. Förum yfir 7 staðreyndir. Númer 1. Einungis 26 bankamenn sem að stærstum hluta vinna hjá ríkisbanka fá 1 milljarð króna í laun, sem er 1/10 af því sem þessi ríkisstjórn tímir að setja í allar barnabætur landsmanna. Númer 2. Forstjórar hefðbundinna íslenskra kauphallafyrirtækja eru með 1 til 2 milljónir í laun á viku. Á viku, herra forseti. Númer 3. Forstjórar, þar með talið forstjórar ríkisfyrirtækja, hafa verið að fá mánaðarlega hækkun launa sinna sem nemur heilum mánaðarlaunum ljósmóðurinnar. Númer 4. Kjararáðshópurinn, þar á meðal þingmenn, hækkaði 20% í launum milli ára. Númer 5. Útgerðarmaður gengur út í síðustu viku með 22.000 milljónir króna í vasanum vegna nýtingar á sameiginlegri auðlind þjóðarinnar. Númer 6. 1% landsmanna á meiri hreinar eignir en 80% Íslendinga á. Númer 7. Topp 10% landsmanna tók til sín tæpan helming allra hreinna eigna sem urðu til árið 2016. Auðvitað á fólk að uppskera eins og það sáir, en ekki gera ljósmæður það og ekki gera kennarar, lögreglumenn og eldri borgarar það heldur. Því til viðbótar eiga þessar stjarnfræðilegar upphæðir ekkert sameiginlegt við það markmið að gera vel við hæft starfsfólk sem hefur mikla ábyrgð. Herra forseti, við erum ein þjóð í þessu landi, en hér er að myndast sjálftöku stétt ofurlaunamanna sem með taumleysir græðgi sinni og dómgreitabresti virðast ekki eingöngu vera að segja sig úr samfélaginu, heldur setja þær allt samfélagið í uppnám vegna komandi kjaraviðræðna. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Sumum finnst rosalega ósanngjarnt að borga tekjuskatt, að maður vinni sér inn eitthvað og að sér tekinn skattur. Það er sjónarmið sem ég skil. Ég er ósammála en ég skil það. Það er eins og til fólk í þessu landi sem að vinnur sér inn og þarf að borga með því. Þetta eru öryrkjar sem verða fyrir svokallari krónu á móti krónuskerðingu þegar svo vill til að skerðingin, að tekjurnar valda skerðingum á 2 stöðum
annars vegar 100% skerðingu og síðan skerðingu á öðrum stofni líka. Það held ég að allir hljóta geta verið sammála að sé óréttlátt. Og Píratar hafa lagt fram frumvarp að frumkvæði meðlims þess ágæta flokks að draga verulega úr þessari skerðingu og fyrir liggur einnig einhvers konar kostnaðarmat sem reyndar er byggt á tölum sem mætti uppfæra, en við erum að tala tölur í kringum 10–11 milljarða, eitthvað kringum það. Flokkur fólksins, ágæti flokkur, og reyndar einnig Píratar á öðrum vettvangi hafa með breytingartillögu á sínum tíma lögð einnig til að ellilífeyrir almannatrygginga myndi ekki skerðast neitt við það að aldraðir á almannatryggingum myndu vinna sér inn með atvinnutekjum. Kostnaðurinn þar, aftur eru tölurnar svolítið að reiki eftir því hvenær maður mælir þær og sömuleiðis þarf að taka tillit til breytinga sem voru hér gerðar nýlega, þá erum við að tala um sirka milljarð, 1,5 kannski, eitthvað svoleiðis. Það er skalinn sem við erum að tala um. Núna liggur fyrir í fjármálaáætlun að það er að lækka neðra þrep tekjuskattsins 1%. Það er 14 milljarðar. Og mér langar til þess að spyrja hér forgangsröðun. Hér verulegt óréttlæti að ræða. Við getum borið það saman við mjög smáverulegt óréttlæti að mínu mati sem tekjuskattur og hætt að segja okkur að það sé eitthvað ómögulegt fyrir okkur að laga það óréttlæti sem fyrirst í almannatryggingakerfinu. Þvílíkan frumskóg af óréttlæti hef ég ekki séð í lagabókstaf meðan ég man, og ef það væri vilji hér á Alþingi til þess að laga þetta þá gætum við það léttilega miðað við núverandi fjárlagaáætlun.